Það annað dagskrárliður frístundaráð stefnumótun íþróttastefna. Bæjarfulltrúi Silja Dögg tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sannarlega fagnaðarefni fyrir okkur og alla sem koma að íþróttastefnan sé tilbúin. Stefnan var lögð fyrir alla nefndir og íþróttafélög til umsagnar og þeir sem komu gafst færi á að koma með athugasemdir sem tekið var tillit til eins og hægt var. Íþróttir og hreyfing veigamikill þáttur í lífi sérhvers einstaklings. Íþróttastarf fléttast inn í menningu, menntun og afþreyingu. Á Akureyri fjölbreytt íþróttastarf. Starfið borið upp af frjálsum félagasamtökum sem sýnt hafa í verki að þeim treystandi til að halda upp öflugu íþróttastarfi. Auk þess Akureyrarbær þáttakandi í verkefni landlæknisembættisins heilsueflandi samfélag. Hlutverk íþróttastefnu Akureyrarbæjar og IBA að styðja við og efla þetta góða starf í bæjarfélaginu, jafnt almenningsíþróttir sem og keppnis- og afreksíþróttir. Tilgangurinn að fjölga tækifærum íbúa og gesta til reglulegar hreyfingar sem mikilvægar forvarnar og vinna þar með að aukna heilbrigði í samfélaginu og efla félagsauð þess. Með íþróttastefnu sinni vill Akureyrarbær og IBA styrkja og þróa aðstöðu til íþróttaiðkunar, heilsueflingar og stuðla aukinni fjölbreytni og gæðum. Stefnan leggur línur samstarf bæjarfélagsins og íþróttafélaginu í sveitarfélaginu. Hún tekur til hinna fjölmörgum mismunandi hópa sem stunda íþróttir. Hún á að höfða jafnt til allar íbúa óháð aldri, stétt eða stöðu, uppruna, kyni og fötlun. Íþróttastefnan á að vera leiðarljós og aflvaki fyrir bæjaryfirvöld, forystumenn íþróttahreyfingarinnar og aðra íbúa til framfara og góðra verka á sviði íþróttamála og lýðheilsu. Á grundvelli hennar mun frístundaráð og stjórn IBA byggja aðgerðaáætlun sína til lengri og skemmri tíma. Með íþróttastefnu sinni freista bæjarvöld og IBA til þess að samstilla hinn breiða og fjölbreytta hóp sem hafa áhrif á aðstöðu og hvatningu til íþróttaiðkunar. Og aðeins stefnumótunarferlið. Stefnumótunarvinnan fór fram í apríl til júní 2017. Stefnumótunarvinnan skiptist í eftirtalda lykilþætti. Viðtöl voru tekin við lykilaðila í íþróttastarfi á Akureyri, viðhorfskönnun meðal íþróttafélaga á svæðinu og hagaðila mikilvægustu viðfangsefni íþróttamála í bænum, stefnumótunarfund með forsvarsmönnum íþróttamála á svæðinu sem haldinn var í maí með þátttöku 60 manns, opinn íbúafundur sem var haldinn í Hofi, þar sem það bil 50 manns tóku þátt, greiningavinna og úrvinnsla með afkomu formanns IBA og deildarstjóri íþróttadeildar Akureyrarbæjar ásamt starfsmönnum KPMG sem sá verkefnastjórn. Stefnumótunin var sett í umsagnarferli, hagaðili auk nefnda og ráða bæjarins á tímabilinu september til nóvember 2017. Stöðuna árið 2017. Á Akureyri geta íbúar stunda fjölbreytt úrval íþróttagreina sem í boðið upp á af mörgum íþróttafélögum, bæði stórum sem smærri. Þessi félög flest hluti af íþróttabandalagi Akureyrar IBA. Hefur Akureyrarbær stutt við íþróttaiðkun í bæjarfélaginu með beinum og óbeinum hætti, einkum með því að leggja félögum til aðstoða og fjárhagslega styrki. Einn helsti þátturinn sem kom fram í greiningavinnunni var að til staðar þyrfti að vera skýrari stefna Akureyrarbæjar og IBA með ráðstöfun þeirra fjármuna sem til íþróttamála varið. Annar veigamikill þáttur að skerpa þyrfti á skilyrðum við stofnanir nýrra félaga og eins hvernig mælistiku þyrfti að hafa á árangur félaga. Mannvirki til íþróttaiðkunar að mörgu leyti mjög góð. Mikið hefur verið lagt í byggingu mannvirkja undanförnum árum og hefur aðstaða batnað umtalsvert þótt enn séu deildur og félög sem hafa þörf fyrir bætta aðstöðu. Í vinnunni kom meðal annars fram að einna helst skorti langtíma hugsun við uppbyggingu íþróttamannvirkja bæjarins, einkum til þess að uppfylla skilyrði fyrir móthald og séu hagnýtt gagnvart fjölbreyttri nýtingu og staðsetningu gagnvart íbúum.
Var í því sambandi nefnt til dæmis uppbygging smærri íþróttahúsa við skólastofnanir. Árið 2017 var fjöldi íþróttafélaga í bænum alls 23, en það sem hefur háð mörgum þeirra smæð þeirra. Vaxandi kröfur fagmennsku á öllum sviðum, bæði rekstrar sem íþróttaiðkunar. Hefur rekstur umsýsla sumra íþróttafélaga á svæðinu verið erfið einkum vegna smæðar, enda ábyrgð og umsjón starfsins oft á höndum fárra aðila sem eiga í fullu fangi með að sinna grunnkröfum við rekstur félagina. Þannig dæmi það að félög eða deildir hafa lagst af þegar forsvarsmaður þeirra hefur hætt vegna álags eða annarra þátta. Rauður þráður var því margir töldu þörf á auknu samstarfi og samvinnu milli íþróttagreina og félagana. Framtíðarsýn íþróttamála til árið 2022. Íþróttastefna Akureyrarbæjar byggir á framtíðarsýn til ársins 2022. Íþróttabærin Akureyri heilsueflandi samfélag og fyrirmynd í lýðheilsumálum. Þar munum við styðja við afreksmenn, aðra iðkendur sem og aðra bæjarbúa með meðal annars Akureyri á iði. Á Akureyri aðstoða til íþróttaiðkunar í takt við það besta sem þekkist hérlendis. Uppbygging mannvirkja unnin af skilgreindri og forgangsraðaðri stefnu í takt við óskir aðildarfélaga IBA. Almenn aukning í iðkendafjölda í íþróttum og dregið hefur úr brottfalli yngri kynslóðarinnar í íþróttunum einnig. Á Akureyri virkt samstarf milli íþrótta og skóla á öllum skólastigum. Til að gera íþróttafélögum betur kleift að standast faglegar og rekstrarlegar kröfur leitast við að hafa félög færri en jafnframt stærri og öflugri, iðkendum til hagsbóta. Rekstur íþróttafélaga sem mest sjálfbær. Stutt verði við afreksfólk með markvissum hætti. Og íþróttabærinn Akureyri þekktur fyrir samstarf íþróttahreyfingarinnar, Akureyrarbæjar og ferðaþjónustu aðila fyrir framúrskarandi umgjörð í kringum öflugt móthald í bænum. Akureyri bærinn þar sem fólk vill búa, vinna og heimsækja. Bæði íbúar og gestir hafa næga möguleika til að stunda íþróttir og útivist, bæði skipulagðar og eins til að ástunda á eigin forsendum. Á næstu árum munu áherslu verða settar á aukið samstarf milli allra aðila. Til að ná þeirra sýn mun áherslu til ársins 2022 snúast að virkja bæjarbúa enn frekar og gera iðkun íþrótta að sjálfsögðum lífstíl bæjarbúa og stuðla þannig að bættum lífsgæðum þeirra. Að á Akureyri verði starfrækt færri og stærri og faglegri fjölgreinafélög í framtíðinni. Uppbygging mannvirkja verða unnin samkvæmt langtíma þarfagreiningu félaga og skóla sem verða forgangsraðað í samvinnu IBA og Akureyrarbæjar. Tryggja þarf afreks íþróttafólki svigrúm og umgjörð til að ná eins langt í sinni íþrótt eins og kostur Vægi íþrótta innan skólakerfisins verði stóreflt á öllum stigum með samstarfi og samþættingu skóla og íþrótta. IBA og aðildafélög þess vinni með ferðaþjónustufyrirtækjum og Akureyrarbæ að markaðssetningu bæjarins á sviði heilsu og íþróttamála. Það að mörg að taka þegar kemur að því að vinna stefnu fyrir íþróttir í svona íþróttabæ sem Akureyri Eins og fram hefur komið þá kom hreyfingin sjálf að þessari vinnu eða fjöldinn. Út frá stefnunu verður unnið starfs- og aðgerðaáætlun í samvinnu við IBA og hluthafaandi aðila sem verður svo unnið upp úr. Stefnan lifandi skjal og munum við með aðgerðar- og starfsáætlun útfæra hvernig best að framkvæma markmið stefnuna. Til dæmis munum við í starfsáætlun tengja saman betur íþróttastefnuna og barnasáttmálann svo eitthvað sé nefnt. Dæmi má nefna Það má einnig nefna önnur dæmi eins og með hreistibraut. Þá ekki endilega verið að huga skólahreistibraut af stærstu gerð. Oddeyrarskóli gerði meðal annars hreistibraut innandyra sem var ekki framkvæmt. En allt þetta útfærslu atriði sem við munum vinna svo með áfram.
Með nýlegum samningi við IBA sem nýverið var undirritað fallist á það að færa meira yfir á IBA eins og til dæmis forgangsröðum og samskipti íþróttafélaga. Annars langar mig að þakka þeim íþróttafélagum sem tóku þátt sem og starfsmönnum og starfsmanni auðvitað Ellert sem stóð sér mjög vel í þessari vinnu. Og það var mjög gott að fá sem flesta á borðinu í þessari vinnu og hún gefur okkur heildstæða stefnu og auðvitað miklu betri. Annars hlakka ég bara til góðra og málefnalegra umræðu hér á eftir. Takk. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Silju fyrir góða yfirferð yfir stefnuna. Bara í upphafi kannski langar mig líka bara til að hrósa þessari stefnu því að mér finnst hún vel unnin, mér finnst hún unnin á lýðræðislegan hátt. Almennum íbúum gafst kost á að taka þátt í vinnunni og líka þeim sem að standa að íþróttafélögum hér í bænum og mér finnst það mjög mikilvægt þegar við erum að vinna að stefnumótum fyrir bæn. Það rosalega margt sem kemur fram í þessari stefnu sem samræmdist því sem við vorum með í stefnuskrá okkar upp á í kjörtímabilsins, þannig að ég mjög ánægð að sjá það. Það ekkert margt sem hægt að gagnrýna í stefnunni svo sem, en það nokkur svona kannski bara ábendingar sem ég vil koma með. Mér fannst kannski vant að það þannig gefin dæmi hvað hægt að mæla. Það hefði verið kannski gott að það hefði komið fram í stefnunni þar sem að það tekið fram hver staðan í dag og kannski hvað áherslu við ætlum að setja á næstu árum, svona tölur, mælikvarða það. En það sem að mér finnst vera mjög jákvætt sem hefur gerst núna, það það sem við höfum talað fyrir að færa yfirstjórn að hluta til IBA og mér finnst við hafa tekið stór skref í þeim efnum með nýjum samningi milli IBA og Akureyrarbæjar og mér finnst það bara vel. Það sem hefur líka verið gert og kemur fram í stefnunni að það var að samræma skipulag á æfingatímum og leiðakerfi strætó og ég veit að það var haft samband við íþróttafélögin þegar leiðakerfi var skoðið í upphaf og breytt í fyrra að mig minni. En mér langaði bara að benda því með formann þess sem hefur ber ábyrgð á leiðakerfi strætó að ég fengi pínu ábendingar eftir breytinguna núna að fólk finnst það vera að fara aðeins tilbaka. Þannig að þetta bara ábending sem að ég fengi til mín. Þannig að bara það verður að skoða það. Það sem kemur líka fram og við höfum lagt áherslu á það að móta langtímastefnu varðandi framkvæmdaáætlun til aðstöðu fyrir íþróttaiðkanir. Og ég er bara mjög ánægð að það eigi að fara í það og ég bara vona að það verði gert sem fyrst. Af því að við þurfum að fá sýnina hvert við erum að fara að fara í sundlaug næst eða ekki og þannig að auðvitað þetta líka alltaf pólitík á hverju kjörtímabili fyrir sig en ég held að það sé verkefni sem við ættum að fara fljótlega í. Ég var líka ánægð að sjá að ungum mennum sem skara fram úr á sviðum afreksíþrótta í framhaldsskólum með möguleika á sumarvinnu hjá Akureyrarkaupstað sem gerir þeim kleift að æfa íþrótt sína. Ég var mjög ánægð að sjá það var í samræmi við það sem við tölum í upphafi kjörtímabils og efla enn frekar íþróttatengda ferðaþjónustu og það líka samræmist ferðamálastefnu Akureyrarbæjar sem við samþykktum fyrir ári síðan sem bara mjög gott. En það sem ég hafði pínu athugasemdir við og fekk ábendingar hjá skólastjóra, það var þetta kynningar á starfsemi frá aðildarfélögum IBA í grunnskólum og elstu deildum leikskóla. Ef við ætlum að fara þá leið og hafa það sem stefnu þá þurfum við að taka upp verklagsreglur skólastjóra í þeim efnum. Því að þær í rauninni þvert á þetta því að það tekið fram að það ekki að vera með kynningar
á íþrótta eða því sem við höfum í boði hvað varðar íþróttir nema að það sé á vegum skólans. Þannig að við þurfum bara að samræma vinnubrögðin á milli sviða og það er svo vel að við höfum formann fræðslur á sér, þannig að það eftir að vera hæg heimatökin hvað það varðar. Eins fekk ég ábendingum að allir grunnskólar fá að minnstakosti 1 klukkustund á dag íþróttum, hreyfingu eða heilsueflingu. Að þarna værum við komin inn á stundarskrámótun skólana, hvort við værum farin að teygja okkur of langt í þeim efnum. Þannig að við þurfum að hafa það í huga hvort að við séum að ganga inn á svið þar sem við ættum ekki að vera. En það mátti líka þá bara, eins og við töluðum áður, kannski auka þá áherslunum bara frekar á hreyfingu í frístund, staðan fyrir að fara inn á stundarskrá skólana. En varðandi hreistibrautirnar, auðvitað hægt að útfæra þær á ýmsan hátt, en mér langaði bara að benda og nú erum við með skólalóð við erum við framkvæmdi núna við Naustaskóla, erum í þeirri skólalóð. Eigum þá ekki bara ganga alla leið og setja upp hreistibraut þar? Kannski ekki það dýrustu gerð, en af því við erum þar í framkvæmdum, eigum þá ekki bara klára það? Fyrst af því við erum komið með þetta inn í íþróttastefnuna, að vera ekkert að bíða með það. Ég er mjög ánægð að heyra það að í framhaldinu eigi að gera aðgerðaáætlun, því að ég bent á það leið að ég las stefnuna, mér finnst það þurfa, við höfum verið að vinna eftir því Akureyrarstofu með ferðamálastefnuna og það er rosalega gott að gera aðgerðaáætlun fyrir næsta ár jafnvel og taka hana upp árlega hvert erum við komin og hvað ætlum við að taka næst, þannig að við getum áfangaskipt stefnunni. Þetta er það sem ég man svona helst í bili, en eins og ég sagði það mjög vel unnin og bara hrósa því starfsfólki sem að koma að mótun þessar stefnu og ráðinu og já, bara takk í bili. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta stefnir nú bara í að verða einhver halleluja samkoma. Allan kom ég hingað svona eiginlega aðalega til þess að lýsa yfir bara svona ánægju minni með þessa stefnu. Og og mér langaði líka bara svona að tala eins það af hverju ég er ánægð með hana. Og það er svona í fyrsta lagi að því að það er svona að mér finnst aukin áhersla á lýðheilsu. Þó að sé ekkert endilega einhverjar svona sérstakar aðgerðir eða einhver svona mjög fókusaður stefna, þá er þetta svona allt kring finnst mér í stefnunni og og mér finnst það bara gríðarlega gott. Svo vil ég líka fagna því að hún sé unnin í samráði við hagsmunaaðila. Ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt. Og svo er líka alveg ótrúlega sammála þeirri stefnu að leggja svona aukna áherslu á samvinnu íþróttafélagana sín á milli og eflingu IBA. Þannig að og ég held bara að því að ég fór eitthvað svona að rifja upp umræðuna í aðdraganda síðustu kosninga, þar sem ég held að ég var því að nú verið að tala að við varum svo leiðilega sammála og við höfum verið svolítið leiðilega sammála það að vilja einhvern veginn samþætta skóla og íþróttalíf. Og ég held bara að þetta sé svona fínt, það er nefnilega fínt að færa aðeins miðið í rétta átt áður en maður endilega hjólar að stað með allar allt það sem maður ætlar að gera og allt það sem þarf að gera, vegna þess að þetta kerfi er auðvitað ótrúlega stórt og gamalt og gróið og það er ekkert auðvelt að hreyfa við svona hlutum. Þannig ég held að sé rosa fínt bara einmitt að setja bara svona stefnuna aðeins að færa miðið og og bara gott skref. Já, það var allt sem ég vildi segja í dag. Eða kannski ekki í dag. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta hálfgerð halleluja samkoma eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á. Ég held að ég byrji nú á því að þakka Silju Dögg fyrir hennar góða málflutningi hér á áðan og þessari íþróttastefnu og þá vinnu sem hefur verið unnin innan frístundaráðs. Þetta búið að vera mjög fagleg vinna að mínu mati og eins og hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa hér á undan mér, þá nálgast þetta mál með þeim hætti sem að manni finnst að eigi að vinna svona stefnur og það er vel. Og það náttúrulega hefur verið stefna okkar á þessu kjörtímabili að samtvinna betur starfsemi íþróttafélagana og okkar hér í bænum, þar að segja og þá undir merkjum IBA og við svona sjáum það bæði þessari stefnu og núna með því að IBA hefur þegar nýbúin að ráða til sín framkvæmdastjóra, nýjan framkvæmdastjóra, að þá sjáum við kannski þessa breytingu sem við viljum gjarnan sjá og það kemur fram í stefnunni að það sé meira svona, það sé samráð með IBA og þá frístundaráði og félögum hvernig staðið skuli að þessu málu hér hjá okkur á Akureyri. Það kemur fram í stöðugreiningunni að það hafi skort svona langtíma hugsun, menn tala það við gjarnan að það skorti langtíma hugsun og það er akkurat það sem við höfum viljað að reyna að horfa svolítið til og ég ætla ekki að segja það sé endilega meirihluti eða minnihluti, ég held að bara bæjarstjórn öll hafi verið sammála því að við séum að horfa svona til lengri tíma og við erum akkurat núna að vinna þá 10 ára áætlun og ég reikna með þar að inn í þeirri 10 áætlun þá kristallist allt sem að hér kemur fram í þessari stefnu að það er nauðsynlegt að byggja upp og menn þá að velta við sig hvernig verði að því staðið á komandi árum. Það er talað í stefnunni að það verði búin til svona, íþrótta fjölgreina setur einhver 3-4 í bænum þar sem menn komi saman, það sé svona íþrótta, ég man ekki hvernig þetta var orðað, það var svona íþrótta og þar ég fara að fletta því upp en þetta sé svona komið saman á ákveðnum stöðum og það er svona fjölgreina félög og það hefur akkurat áhugi bæði K.O. og Þórs hefur vaknað í þessum málum og þeir eru bæði félög komið með svona plönum það hvernig þau sjáu þetta gerast á sínum félagsvæðum og það er eitthvað sem við þurfum þá að taka til okkar eða í gegnum þá IBA svona hvernig við viljum gera þetta og hvernig við ætlum að byggja þetta upp á næstu árum vegna þess að þetta kostar mikla fjármuni. Núna þegar við horfum á áætlun okkar fyrir næstu ár sem var gerði núna í nóvember þá erum við að sjá á næstu 4 árum að við erum að gera ráð fyrir að framkvæma fyrir einhverja 940-50 milljónir í íþróttamálum á næstu 4 árum og þar erum við með svona að hluta til óskilgreind íþróttamannvirki, við vorum ekki búin að negla niður og það er eitthvað sem við þurfum að skoða en ég gerir mig alveg grein fyrir því samt sem áður að ef við ætlum að framfylgja þessari stefnu til ársins 2022 eins og gert er ráð fyrir að þá þurfum við kannski eitthvað aðeins að breyta kúrs og það kannski þetta má segja að þessi stefna Akureyrarbæjar núna og IBA í íþróttamálum hún komið til með að vera góðu vegvísir okkur fyrir öll framboð í komandi kosningum. Það er hvað menn vilja sjá í þessu. En ég svona aðeins ég bara fyrst og fremst að kannski fagna þessu. Það er talað þarna samstarf og samvinnu íþróttafélaga og við höfum öll talað fyrir því að það væri mikilvægt að fækka íþróttafélögum. Það er að segja að gera þetta markvissara starf og það kom fram í máli Silju Daggar áðan að oft var það þannig að íþróttafélögum stæðu og fjallu með einstaklingnum og það er ekki gott. Þannig ég held að það sé mikilvægt að við skjótum styrkari stoðum undir þau félög sem eru í bænum í dag með því að kannski að vera meiri samvinnu og fækka þeim og kannski koma þeim undir þessi fjölgrunna félög eins og rætt Þannig að við erum með hérna nokkuð, segi ég bara gott plagg sem stefna Akureyrarbæjar í þessum málum. Þetta er vegvísi fyrir okkur í framtíðinni, þá stjórnmálamenn sem verða hér á næsta kjörtímabili, þá er þetta gott gagn til að vinna með. Þannig að ég bara hrósa frístundaráði, starfsmönnum og þeim sem hafa komið að þessu stefnu fyrir góða vinnu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hefur lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég get nú tekið undir með flestum að þetta er ágætis plagg og sem margir hafa komið á og töluvert samráð haft út í kaupinu og kappi eins og þessum. Það eru nokkrar sem ég langar svona að benda á.
þó ég ætla nú að samþykkja þessu íþróttastefnu en þó svo sem ekkert yfir gagnrýni hafin og sem hefur svona rekist á svona þegar maður er að skoða þetta. Þó þessi sé stefna, þá er þetta samt eitthvað sem við erum að samþykkja, við ætlum að fara eftir. Þetta er samþykkjandi bæjarstjórn. Mér saknaði sem ég vantar svona kostnaðar hlutdeildin, eða sko hver er kostnaðurinn við að setja þetta stefnu í framkvæmd. Við erum að samþykkja hérna að fara í 50 metra sundlu fyrir 2022. Við erum samþykkja fjölnota íþróttahús, við stefnum að gera það. Hvað kostar það? Erum við að samþykkja það að auka hlutdeild íþróttamála af heildarútteki bæjarins? Þessa umræðu höfum við ekki tekið, þetta liggur ekkert fyrir. Þetta hellingskostnaður við þetta líka. Þetta er ekki bara sjálfbáðvinna við þessu íþróttastefnu. Það kostar að setja upp íþróttaskóla og er það sem skólinn vill. Það er þessi þættir sem við þurfum að hugleiða þegar við erum að samþykkja í bæjarstjórn. Þetta er stefna til 2022, við erum að samþykkja þetta. Ég skilði það allan á þannig. Nú, við samþykktum hérna að vissuleyti frábæra stefnu, hérna umhverfis- og samgöngustefnu í desember 2016. Þar kom verk áætlun. Hvenær við ætlum að ljúka verkinu, hver er ábyrgðaraðili fyrir ákveðnum þáttum. Það væri gaman að sjá það allan í framhaldinu með fara að hugleiða það. Nú, afreksstefna, jú, ég er mjög hlynntur henni, eða ég set á spurningamerki, ég ánægð með skulum við með ykkur afreksstefnu, með stundum við fara svolítið langt í því, 14-15 ára börn eru að æfa mjög mikið í fimleikum, þau eru og við erum með afreksstefnu, það fyrir að mæta hérna 30 tíma á dag og ætlar að halda áfram. Það er ekkert, svo líka þurfum við líka að hafa vettvang fyrir þá sem vilja vera afreksmenn í íþróttum, ég skil það líka. Þannig að þetta er vand með farið. Og svo eitt bara í lokin sem ég langaði að benda á. Ég tók nú eiginlega ekkert eftir þessu fyrir 9 dag þegar ég var flettan í, er þetta ekki örugglega afreksstefna á Akureyrarbæjar en ekki KPMG? KPMG er í hverju einustu blaðsíðu með stórt logo. Þannig að við getum kannski laga það aðeins til. En annars allt í fína. Máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Silja horfði svo miklu vonaraugum á mig að ég bara stóðst ekki freistinguna og varð að koma upp. Nei. Ég vil nú taka undir nánast allt það sem hér hefur komið fram og ætla ekki að fara að endurtaka það en get alveg tekið undir það svo sem framkom hér hjá síðasta ræðumanni, bæjarfulltrúa Preben Jóni. Það er spurning kostnaðarhliðina sem er sett hérna fram og bara eitt lítið dæmi er að undir aðgerðum í liðnum íþróttaaðstoð mannvirki er sagt hér er einn aðgerðapunkturinn almenningssamgöngur verði stórefldar með fjölgun strætisvagna og iðkandi þannig gert auðveldara að fara milli íþróttamannvirkja. Ég get ekki verið meira sammála. Við höfum svo sem ekki tekið umræðinu þessa fjölgun strætisvagna annar staðar og það er bara þá spurningin að tengja þetta þá við samgöngustefnuna og það sem við erum að gera varðandi leiðakerfið. Og ég er algjörlega sammála því að við munum ekki bæta almenningssamgöngur og sérstaklega ekki í tengslum við íþróttaæfingur, íþróttamannvirki öðruvís en að fjölga strætisvögnum. En þetta er kostnaðarliður en hins vegar ég að benda á það að í máli bæjarfulltrúa Preben Jóns þá nefnda þarna íþróttamannvirkin en þetta er nú orðað frekar opið að fyrir liggur að þurfi að skoða. Þannig ég ætla nú ekki að segja ég sé að samþykkja uppbyggingu allra þessara mannvirkja en auðvitað þarf að skoða þetta.
En íþróttastefnan í heild sinni, svona heildarbragurinn á henni mjög í þeim anda sem ég bara ánægður með og bara hrósa ykkur fyrir þá vinnu sem að því hafa komið og þessi vinna með hagsmunaaðilum hefur greinilega verið mjög góð. Ég sótti þennan opna fund niður í Hofi og ég hefði nú viljað sjá fleiri svona almenna bæjarbúðar og ég held við séum öll sammála það, en fundurinn var góður samt sem áður og ég held að það hefði bara komið heilmikið út frá honum. En ég set svona vara við eitt og annað eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á og það eitt sem ég svona bara legg áherslu á að verði þá skoðað mjög fljótt og það það hvernig á að útfæra aðgerðirnar í starfsáætlun. Því það alveg ljóst að það hefur verið tekin svo afstæða hér að tilgreina svona hugsanlega mælikvarða en tekin þá ákvörðun það að stilla þeim ekki upp sem einhverju núllpunktum. Og þá náttúrulega mjög mikilvægt að fara að gera það því að við viljum minnka brottfall. En þegar við erum að tala um að minnka brottfall þá verðum við átt okkur á því, ok, hvað mikið brottfall í dag? Og hvað ætlum við að minnka það mikið og fyrir hvaða tíma? Þannig ég veit að þetta verður bara tekið upp í starfsáætlun og reikna bara með að það hefur verið gert. En svo þurfum við svona bara smá ábending, maður þarf kannski aðeins að passa sig þegar maður orða aðgerðir. Ég svona velti fyrir mig þessum aðgerðum hérna undir liðnum samspil íþrótt og skóla, auka samstarfi fræðslu svið með það að leiðarljósi að efla og auka áskoranir í íþróttakennslu og leikfimi í skólum. Ég ekki alveg að skilja þetta og þarna kannski eitthvað sem maður bara þarf að skýra þá. Hvað það sem þarf að auka áskoranir í vegna þess að það til ítarleg aðalnámskrá íþróttakennslu í skólum og þá bara spurningin hvað það sem menn að fara þarna. Og ég vil bara ítreka það sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Evu að það eru nokkrir þættir þarna í þessum kafla sem að svona orka tvímælis en ég geri þá bara ráð fyrir að það hafi þá verið rætt við fræðsluráð eða formann fræðsluráð þau mála verið gott og gaman að heyra frá formanni fræðsluráðs hvort að það hefur verið gert og hvort að þetta sé bara allt í góðu samstarfi sem ég bara gerir ráð fyrir. En að öðru leyti þá ætla ég ætla að samþykkja þessu stefnu því að ég alveg sannfærður það að hún til mikilla bóta og það til mikilla bóta líka að setja sér það að gera langtíma áætlun uppbyggingu íþróttamannvirkja sem við þurfum að gera og íþróttastarfs yfir höfuð og það mjög margt gott í þessu en ég bara ítreka það að við hljótum að þurfa að skilgreina marga þessa þætti miklu betur í starfsáætlun. Bara takk fyrir gott starf. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú svona svolítið að koma eins og fleiri hér á undan mér í pontu að lýsa yfir ánægju minni með þessa vinnu og hérna því ég veit að þetta ekkert einfalt mál að búa til svona heildstæða stefnu og krefst aðkomu margra og eftir því tekið að það voru margir sem komu að þessari stefnu. Og það afar mikilvægt því að hérna á Akureyri mjög fjölbreytt íþróttalíf og það blómstrar og til þess að það sé hægt að horfa til framtíðar þá verðum við að hafa eiga samtal við marga aðila þannig að við getum haldið áfram á þessari leið. Ég held að sé einsdæmi að koma inn í sveitarfélag eins og að þeirri stærðargráðu sem Akureyri og sjá hve margar íþróttagreinar hægt að stunda inn í bænum. Það hlúðað ungum iðkendum, minni þar meðal annars á tómstundaávísunina sem hefur hækkað á þessu kjörtímabili og gerir fjölskyldu fólki auðveldara með það að fjármagna æfingagjöld barna sinna og síðan hefur afreksfólk aðgang að ótrúlega góðum aðstæðum og einnig aðgang að mjög góðum og færum þjálfurum í mjög mörgum greinum. Þannig að þannig oft talað það
þegar við erum að tala Ísland á einhverjum fótboltamótum að hvernig við förum að þessu en ég held að þetta sé einn af þeim grunni sem við leggjum hér það að við hlúum almennt mjög vel af íþróttamálum og við getum alveg verið stolt af því hvernig það gert hérna á Akureyri og ekki þá bara í fótbolta heldur í mörgum öðrum greinum líka. En það náttúrulega mikilvægt að halda áfram á þeirri leið sem að við höfum verið og því mjög mikilvægt að þegar verið að vinna stefnu sem þessa það líka tekin ákveðin staða og til þess að sjá hvað við höfum verið að gera, bera saman við hvað var síðast þegar ákveðin vinna var sambærileg vinna var farið í hana. Ég ánægð með það að sjá og þær breytingar sem að hafa orðið í tengslum IBA og hef væntingar til þess að það sé bara til þess að efla íþróttalífið enn frekar í bænum og ekki síður til þess að samnýta þá fagþekkingu sem að hérna í bænum á íþróttamálum tengt þjálfun og öðru sem að snýr að því að íþróttir séu að blómstra og eins líka fjárhagslegri ábyrgð og hvernig við erum að nýta fjármuni og það húsnæði sem að til í bænum þannig að það sé að nýta sem best og fyrir sem flesta. Ég einstaklega ánægð að sjá allt það sem að tengist lýðheilsu og áherslu á almenna hreyfingu því að íþróttastefna ekki bara það að sprikla inn í einhverju húsi heldur þurfum við líka að hugsa það að það fólk vill líka geta stundað bara almenna heilsurækt og ef við horfum eins til þeirra aðstöðu sem við höfum hérna til almennings íþrótta þá náttúrulega kemur enn einn halleluja söngurinn að við höfum þessar göngu- og hjólastígar út allan bæ sem tengja vel bæjarhluta og eru vel nýttir og bara til dæmis mjög gaman að sjá hversu vel íbúar og gestir bæjarins hafa tekið nýja göngustígnum sem meðfram Drottningarbrautinni. Það virkilega ánægilegt að sjá og skemmtilegur göngustígur. Eins og við gert breytingar á kjörtímabilinu að það meiri forgangur á gangandi vegfarendur og snjómokstur á gangstöðum með það sem hefur verið og má alveg örugglega bæta í sums staðar en það tekið eftir þessu og fólk talar þetta og ánægt með þetta og sérstaklega þessi forgangur sem komin á skólana og börn á leið í skóla. Og það að gera hluti eins og það að hugsa vel gangstíga og hjólastíga, það eflir enn meira það að fólk færi út að ganga en minni þá fólk líka á að vera með stafi og brotta og allt það svo þetta nú ekki í hálku. En það hefur orðið mikið vakning á meðal almennings hvað varðar hreyfingu og fleiri nota bara hreinlega það að hreyfa sig, að ganga eða hjóla sem sitt samgöngutæki og að segja má svo að það labba sér samgöngutæki og fólk að fleiri eru til dæmis að hjóla algjörlega óháð því hvernig veðrið eða færðin Nú getum ekki sleppt í að minnast á Kjarnaskóg og það eru veruleg verðmæti sem að ég held að íbúar gerir sig ekki alltaf grein fyrir hver eru dýrmætt fyrir okkur sem búum hér. Og ég alveg sannfærð það að svo áhersla sem að lýðheilsa og almenns íþróttir hafa inn í þessari stefnu að hún komin til meðal annars bæði vegna þess að það meiri vakning en líka vegna þess að við ákveðum að taka þátt í verkefninu heilsueflandi samfélag og það gefur ákveðin tæki og tól inn í meðal annars svona stefnumótunarvinnu og eins líka heldur okkur svolítið við efnið til framtíðar. En ég vil bara taka undir það að bera þakka aðkomu allra þeirra sem hafa komið að þessu, hvort sem það frístundaráð eða starfsmenn bæjarins, íþróttafélög og almenningur sem hafa komið að þessari vinnu og örugglega einhver getur vel verið að það sé einhver sem finnst eitthvað vantað inn en einhvers staðar verður maður að stoppa og klára plagg sem þetta. Ég langar svona í lokin til þess að benda á þar sem blaðsíða 12 í skjalinu sem við höfum allavega núna. Og þar eru 10 myndir og þessar myndir þau sýna svolítið svona út af hvað við höfum margt hérna í bænum.
Og þetta eru myndir tengt íþrótta- og útivistarsvæðum á Akureyri og þarna Akureyrarvöllurinn, það íþróttahöllin, það skíðasvæði í Hlíðarfjalli, það Kjarnaskógur, það Fimleikaaðstaðan í Giljaskóla, það aðstaða fyrir siglingar á svæðum Nökkvavípollinn, það Akureyrarasundlaug, það Reiðhöllin, það Skautahöllin og þetta bara held ég algjört einsdæmi. Bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hjá lokinmáli sínu, næst tekur þetta máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og aðrir til að koma hérna upp og fagna nýrri íþróttastefnu sem tími var komin til á að fá. Hún er vel unnin, skýr og þetta gleður mitt hjarta þar sem að ég átti svona pínu fórsmekkin að þessu sem formaður íþróttaráðs á sín tíma. Það er gaman að sjá þessu máli fyllt eftir og þetta sé komið hérna til okkar. Þetta plagg. En mér vil þakka bæjarfulltrúa og formanni Frístundaráðs Silju Dögg fyrir bara fína yfirferð hérna áðan, kynning á stefnunni og fyrir vel unna vinnu eins fórstumann íþróttamála Ellerti Erni. En stefnan byggir meðal annars á breyttum áherslum vegna nýs samnings við Íþróttabandalag Akureyrar. Við höfum rætt það hérna margoft í pontu og sem gerðum við það í gamla ráðinu og eflaust hafa þau gert það í nýja ráðinu að við vildum gjarnan efla það starf sem á sér stað innan Íþróttabandalags Akureyrar og það var gert með nýjum samningi sem að meðal annars fól í sér tækifæri fyrir bandalagið að ráða til sín framkvæmdastjóra í 100% stöðu. Auk þess samningurinn í rauninu hugsað líka til þess að geta yfirfært fleiri verkefni frá íþróttasviðinu yfir til bandalagsins og meðal annars forgangsröðin í uppbyggingu mannvirkja hérna í bænum og fagna ég því. Stefnan hugsuð líka sem leiðarljós og aflvaki meðal annars fyrir okkur sem að störfum í bæjarmálunum og ég held sé bara mjög jákvætt og gott. Það byggt upp aðgerðaáætlanir til lengri og skemmri tíma. Þetta viss framtíðarsýn með áherslum til ársins 2022 eins og við komum fram hérna áðan. Það sem tekið saman helstu áherslur til dæmis í almennings- og lýðheilsumálum sem við fögnum hér. Og mér langar svona bara aðeins að varpa fram spurningu því nú lífslaupið í gangi. Eru margir bæjarfulltrúar hér að taka þátt í lífslaupinu? Einmitt. Bara svona veltaði fyrir mér hérna. Já. En það komið inn á samvinnu íþróttafélag sem ég fagna mjög og ég fundi fyrir því í samvinnu og samskiptum við íþróttafélag og það mikil vilji fyrir því að vinna saman og þau vinna vel saman. Eins þegar við heldum hérna unglingalandsmóti þá fundum við það hvað íþróttafélagin eru öflug og hvað sjálfboðaliða starfið mikilvægt. En það meðal annars, ég hef svolítið miklar áhyggjur af sjálfboðaliða starfi í íþróttahreyfingunni í dag. Þetta fer á allt og fá einstaklinga, ég vil alltaf sömu einstaklingana og þeim fækkar sem að bjóða sér fram. Og þetta eitthvað sem við þurfum að í rauninni að taka utanum og athuga hvernig við getum skoðað til framtíðar. En staðan í íþróttamálum einnig tekin fram þarna í stefnunni, hún tekin og greind og það stefnan sett og aðgerðir tilteknar. Ég lít svo á að þetta verði lifandi skjal sem að þurfa að endurnýja reglulega með tilliti til þeirra þáttar sem búið að ná árangri í. Það auðvitað svótgreining þarna og það lögð áherslu á færri og stærri félög sem ég fagna mjög. Það kom aðeins, bæjarfulltrúi Preben kom aðeins inn á afreksstefnuna og fjölda æfinga eftir aldri og það var mismunandi. Vissulega þannig, þegar við vorum að ræða þetta og vorum að skoða skilgreiningar á afreks íþróttamönnum, þá það mismunandi. Það mismunandi hvort sem þú horfir á Íþróttasamband Íslands, sérsambönd eða íþróttafélög. Þannig að það svolítið erfitt að nákvæmlega setja eina skilgreiningu fram því þetta fer líka eftir íþróttagreinum. Því það svo mismunandi hvenær þú þarft að byrja að sérhæfa þig í vissu íþróttagrein og hversu margar æfingar þörf á í hverju viku. Þannig að þetta svolítið flókið. En bara svolítið gamans að því að bæjarfulltrúi Sirrý kom inn á hérna Drottningabrautastíginn og hversu mikið hann nýttur, þá fékk ég skemmtilegt snapp daginn þegar hálkan var sem mest. En þá var einhver að keyra eftir Drottningabrautastígnum og farþeginn tók upp snapp. Það sem einstaklingu var skautum eftir Drottningabrautastígnum. Mjög skemmtilegt. En bara takk hérlega fyrir góða vinnu og til hamingju. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Dagbjört, það biður málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara eins og aðrir bæjarfulltrúar hér langar bara að taka þátt í Hallúi samkomunu og fagna bara þeirri íþróttastefnu sem hér lögð fram og það vil þakka kærlega
henni bæjarfulltrúa Silju Dögg. Þessi íþróttastefna hún er náttúrulega bara virkilega vel unnin og metnaðarfull og bara vil þakka öllum þeim sem í raun og veru hafa komið að þeirri vinnu og bara hrósa líka fyrir lýðræðislegu vinnubrögð sem voru höfð við gerð stefnunar. Það að við viljum byggja í raun og veru á þeirri framtíðarsýn að Akureyri veri heilsueflandi samfélag og fyrirmynd í lýðheilsumálum þetta ekkert annað en gleðiefni. Að allir skólar á Akureyri starfi undir merkjum heilsueflandi skólastarfs mjög göfugt markmið. Og eins og staðan núna þá erum við byrjað á þeirri vinnu og með því að við erum með 2 grunnskóla sem eru heilsueflandi skólar og 1 leikskóli var að byrja og við erum ekki hætt. Þetta mun halda áfram. Mér langar að koma aðeins inn á varðandi hreistibrautirnar. Þá kom það hér fram áðan í máli bæjarfulltrúa Evu af hverju færum ekki alla leið til dæmis í Naustaskóla. Það var á sínum tíma skoðað og var ekki fjármagn fyrir hendi í að fara alla leið. Því miður. Þó svo að planið sé að setja upp hreistibrautir, þá eins og bæjarfulltrúi Silja bendir á að þær eru ekki allar kannski í fullri stærð. Mér finnst alveg raunhæft að hafa 1 til 2 stórar hreistibrautir og fleiri minni. Það gefur bæði skólunum í raun og veru tök á að hafa minni við hvern skóla þótt að séu stærri á miðsvæðum. Það að allir grunnskólanemendur fái að minnst okkar 1 klukkustund á dag í íþróttum, hreyfingu eða annarri heilsueflingu á skólatíma ekkert nema jákvætt. Og ég skil vel þær vangaveltur hvort þetta hafi áhrif á stundatöflu hjá nemendum. Þarna lít ég þó samt á að hægt að skipuleika hreyfingu öðruvísu en það að hafa mikil áhrif á stundatöfluna. Það vel að brjóta upp tímana með að standa upp og hreyfa okkur. Hægt að gera nám með hlutarhreyfingunni svo þessi klukkustund ætti vel að rúmast innan stundatöflunar. Og það hefur einnig líka verið rætt hvort að meðal kennara og skólastjórnenda hvort að þetta sé yfir höfuð möguleiki. Að gera þetta þannig að brjóta upp skólastarfið með því að koma hreyfingu meira bara inn í tímana. Ekkert endilega inn í stundaskána sem slíka, heldur bara inn í tímana sem slíka. Nefndar hér einnig áðan með að aðildarfélagi IBA kom inn í grunnskóla og kynni starfsemi sína í grunnskólum og elstu deildum leikskóla. Eins og þetta gert í dag, þá koma fyrirspurnir frá aðildarfélaginu til skólana og nánar tiltekið til íþróttakennarana og þeir ráða því sjálfur hvort þeir vilja fá þá kynningu inn í tíman. Þetta þá kynning sem innan íþróttímana en ekki innan í raun og veru tíma innan skólana heldur íþróttíma og það eru kennararnir sjálfur sem ráða því hvort þeir taki þá kynningu eða ekki. Og ég bara fagna þeirri sýn að virkja samstarf milli íþrótta og skóla á öllum skólastigum og eigi að stórefla vægi íþrótta innan skólakerfisins með þessu samstarfi og bara samþættingu skóla og íþrótta. Það held ég mjög gott samstarf sem nú þegar á milli íþróttahreyfinga, frístundasviðsins og fræðslusviðsins. Og ég virkilega ánægð með að uppbygging íþróttamannvirkjanna verði unnin í samræði með langtíma þarfagreiningu félagana og skólana. Og mér hlakkar einnig mikið til að sjá þessa aðgerðaáætlun sem unnin verður meðfram þessu góða plaggi hér. Takk fyrir. Dagbjörg að lokið máli sínu, orðið laust. Preben Jón hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Það getur vel verið að öllum finnst þetta við sem eitthvað halleluja samkomu en þá ætlum ég aðeins að fá að brjóta það upp. Ég langar að spyrja vist verið hérna formann presturás. Það ég glimti hérna bláan að í þessu ég held að það hefði verið laga á milli og presturás hafi komið athugasemdir varðandi það. Fyrst sett undir kaflanum íþróttur og skóla. Þar talað að settu vera lækjandi tilraunarverkefni íþróttaskóla, þar sem sérstök áhersla lögð á íþróttur og heilsu. Ég enda þeirra skoðanar að þegar kemur á grunnskólanum, þá leggi grunnskólinn stefnuna og þá það undir íþróttafélagunum hvort þau vilja vera með eða ekki, en ekki öfugt. Við ætlum að fara í þetta, og þá ef íþróttafélagin treystir til að fara eftir því
Þetta hefur verið svakalega stórt vandamál að ná fram einhvers konar íþróttaskóla eða frístundaskóla. Og þetta frístundaráð sem leggur þetta fram og þetta ætti, mínum að þetta heita frístundaskóli. Auðvitað að koma á heilsu og annað og eflingu heilsu og eflingu hreyfingu, en það ekkert endur allir sem vilja taka þátt í íþróttum. Hreyfing getur verið ýmislegt, ég sammála því. En það var ekki kannski stóra spurningin, heldur fannst mér finnst mér orðalagi svolítið stuðandi. Eflt verði samstarf skóla og íþróttafélag á Akureyri þannig stuðla að auknum skilningi skólayfirvalda á íþróttaiðkun utan skólavekja. Lítill skilningur skólayfirvalda á vægi og tilgangi íþrótta? Allir sem eru að kenna leikfimi og kenna hreyfingu í skólum eru sérmenntaðir íþróttakennarar. Og ef einhverjir hafa skilningu og þekkingu á því, þá eru þeir innan skólavekjana. Kom engin athugasemd frá fræðsluráði varðandi þessa setningu, þó ég skilji hugmyndafræðina að mörgu leyti. Langar að spyrja formann fræðsluráðs. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst á bæjarfulltrúi Silja Dögg orðið. Viltu fara Dagg til máls, Dagbjört, eða? Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held reyndar að ég væri að fara svona loka þessar umræðu, en ef mér heyrist hún muni bætast eitthvað aðeins í hana sem bara flott, og kannski byrjaði ég bara að þakka góðar umræður, og ég mjög ánægð með það hvað við erum að fá jákvæð viðbrögð hjá ykkur bæjarfulltrúum, og eins og við komum fram þá þetta náttúrulega gert í mikilli samvinnu, þannig að það kæmi í rauninni annað og óvart kannski. En ég ætla svona aðeins að fara yfir og svona reyna að svara einhverju, þó að fólk var meira að taka undir heldur en að óska eftir einhverjum svörum. Þetta hefur greinilega verið bara svona frekar skýr stefna. En byrja bara aðeins á sem bæjarfulltrúi Eva kom inn á, að varðandi það að fá sýnina sem fyrst hvert við værum að fara, og ég held náttúrulega klárlega með nýjum framkvæmdastjóra IBA að þá ætti það að vera mun auðveldara og mun ganga hraðar og hratt fyrir sér. Ég bindi allan mikla vonir við það. Og svo kynningar starfsemi skóla og leikskóla. Það nú allt útfærsluatriði sem við munum vinna bara í samstarfi við fræðsluráð og fræðslu- og skóladeild. Og aðgerðaáætlunin náttúrulega mjög nauðsynleg og þetta mun skýrast betur í henni. Preben kom nú inn á, bæjarfulltrúi Preben og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á varðandi kostnaðinn á bakvið stefnuna, og svona hugtaki við stefna felur í grunni í sér að halda í ákveðna átt, og allt þetta auðvitað háð fjárhagsáætlun hverju sinni. Þannig að ég tel að við séum ekki að endilega festa okkur neins staðar. Þetta náttúrulega líka lifandi skjal, þannig að við reynum kannski að fara í einhver ákveðin átt og svo kemur ljós að það ekki hægt, og þá þurfum við bara að endurskoða og breyta og bæta og hugsa upp á nýtt, og ef við þurfum að gera það þá eigum við að hafa kjark í það að gera það. Það er ekkert rangt við það að skipta skoðun. Svo það bæjarfulltrúi Gunnar kom aðeins inn á að nota orðið aðgerðir. Já, og býtum við, hann vildi auka samstarf við fræðslusvið með þá leiðarljósi að efla og auka áskorun íþróttakennslu í leikfimi í skólanum. Já, hann var að spyrja það hvernig þetta væri núna og hvort þetta væri ekki gert, eða hann taldi það. En það sem við erum kannski að meina þarna í stefnunni að auðvitað viljum við alltaf gera betur og við erum alltaf að þróa okkur, og það ekkert óeðlilegt að vera alltaf vakandi og passa upp á að þetta
þetta samstarf sofni ekki. Og við getum náttúrulega auðvitað alltaf bætt allt samstarf, alveg sama hvernig það er. Held að vera svo sem ekkert verið neitt annað sem að ég ætlaði að svara eitthvað sérstaklega, en ef það er eitthvað þá bara endilega bendi mér á það. En við hittum, það kannski ágætt að koma inn á það, ég hitti bæjarfulltrúa Dagbjörtu og sviðsstjóra fræðslusviðs og fórum yfir ákveðin atriði sem að til að samræma okkur og til þess að það væri þá öruggt að færa inn í skólastefnuna líka eða allan að reyna að vinna meðfram henni. Þannig að bara svo það komið fram. En annars bara þakka þér góðar umræður. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúi. Ég ætla nú ekkert að hafa þetta langt, bara að því að bæjarfulltrúi Dagbjört svaraði mér þarna 2 spurningum. Það sem ég á kannski við að nú eru verklagsreglur í gangi og það kemur til dæmis ekki fram í þeim að leikfimikennarar séu að taka þetta inn til sín. Það er rauninni bara boðið upp á í þessum verklagsreglum að íþróttastarf sé kynnt eftir skóla eða utan skóla. Þannig að ekki á skólatíma, þannig bara það sem ég er að benda á, uppfærum reglurnar í samræmi við stefnuna. Eins varðandi með þessa klukkustund, bara mjög jákvætt og ég er mjög hrifin af því að þetta sé gert. Það sem það hefði kannski bara mátt orðasetninguna þannig að því að þetta satt í skólastjóra sem að tala við mig og hafði áhyggjur af þessu, þannig að bara komið skýrt fram að þetta sé ekki endilega verið að tala um að þetta komi að því að breyta stundaskrá. Bara þannig að við séum að matreita rétt onni þá sem að lesa. En bara annars, takk kærlega. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins til að bregðast við, bæjarfulltrúar Preben. Þessi tiltekna setning hjá okkur, ég er með þetta fyrir fram mig hvað við gerðum athugasemdir við og þetta er ekki eina af þeim setningu sem að við gerðum athugasemdir við á fundi okkar. En það er athugasemdir sem að við höfðum, þá fundum við, svo bæjarfulltrúi Silja sagði, þá fundum við saman og fundum í raun og veru og það voru gerðar í raun og veru breytingar og meðal annars að þessari klukkustund sem við erum að tala um hér, að þá er það held ég eitt af því sem að kæmi í aðgerðaáætlun, hvernig á að framkvæma í raun og veru þessa aðgerð. Það að það er ekki tekið af stundaskránni heldur hvernig þessu er framfylgt. Og það var svo sem á nokkrum öðrum stöðum, bara með þeim athugasemdum, að við búumst við að það komi bara allt fram í aðgerðaáætlunni. Þess vegna hlakkaði mér mjög til að sjá það aðgerðaáætlun. Bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem ekki fleiri hafa hvatt til hljóðs, þá leggjum við fram íþróttastefnu og fram til samþykktar, framlega íþróttastefnu Akureyrarbæjar og IBA til ársins 2022. Þess að geta samþykkt það eins og skífumerki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.